Rússafrí. Komið sæl, það var svona svolítið þungbúið vestan til á landinu í suðvestlægri átt og svona væta hér og þar. Ekki mikil þó, mældist nú eitthvað rúmlega 2 millimetrar á suðvesturlandi mest, en hérna fyrir austan var nú, sást nú eitthvað til sólar og ágætis veður og hiti komst þar í 17-18 gráður í dag. En það svona heilmikið að gerast núna helgina. Sjáum hér mikil aðersvæði hér við suðurátta Grænlands og það eru svona úrkomubakki að koma til okkar núna í kvöld og það hvessi með sunnanátt verður nokkuð hvasst vestan til á landinu seinni í kvöld og síðan fer þetta yfir í svona suðvestlæga átt með útsendingi og hvassviðri á allu landinu á morgun, en síðan hér mikið kerfi og öflugt kerfi sem í vændum á sunnudaginn og útlit fyrir að verði vonskuveður á öllu landinu. En það ennþá svolítil óvissa með þessa lægð, skýrist betur á morgun kannski, en það svona tiltölulega milt loft með þessum skýlum sem koma núna í kvöld, en síðan kólnar á morgun, verður svona skúrakennt loft yfir landinu, skúraleðingar vestan til á landinu aðalega, sunnan og vestanlands, en gæti verið nokkuð bjart á Norðausturlandi. Síðan í næstu bylgju þá fáum við aðeins hlýri loftmassa yfir í skamman tíma en kólnar svo jafnharðan þegar skilin fara yfir. Sjáum úrkomusvæðin nálgast hér í kvöld, verður líklegast nokkuð hvasst sérstaklega norðan til á Snæfellsnesi og við Ísafjarðardjúp, en í fyrramálið þá eru búið að draga eins úr úrkomunni, skilin aðeins komin hér austar og lítið sátt að væta svona í fyrramálið og einnig hér á Norðvesturlandi, en á Suðausturlandi verða skilin hérna með dálitla rigningu, en Norðausturlandi úrkomulítið nokkuð bjart. Sjáum nokkuð svalt og það svona 8 til 13-14 metrar á sekúndu og síðan þegar líður á daginn þá herðir á vindstrengnum suðvestanátt, suðvestan hvassviðri víðast hvar og nokkuð kviðótt, líklegast að rjúki upp í svona 25-30 metrar á sekúndu svona í kviðunum þegar skúrirnir gangi yfir, en sjáum að það verður svona tiltölulega bjart hér áfram seinnipartinn á Norðausturlandi og hitinn verður hæstur þar eins og var í dag, en samt ekki eins hár, það líklegast eitthvað 13-14 gráður. Og það verður kannski hvassast hér á ströndum og svo hér yfir Tröllaskaga og gæti náð inn á Eyjafjörðinn. En ef við höldum svo áfram að þá verður dregur úr vindstrengnum annað kvöld og aðra nótt, en síðan koma skilin frá þessari djúpa lægð á sunnudaginn og hún verður svona eins og spáir núna vestan við landið eftir hádegi á sunnudeginum. Þá verða komnar úrkomu viðvaranir hér við Breiðafjörð og Vestfjörðum, en hún á að fara með nokkur hraði yfir á norðausturbóginn yfir landið og svona seinnipartinn seint á sunnudeginum og sunnudagskvöldið kemur hér mjög mikill vestanstrengur, sérstaklega austan til landinu og vindaviðvaranir sem að taka gildi þá seint á sunnudaginn þar. Þannig að gera að fylgjast með þessu, þetta nú ábyggilega eftir að breytast eitthvað svona á morgun, en sjáum hún á að fara mjög hratt yfir, en samt sem áður mun rigna mikið í þessari lægð, sérstaklega sunnan og vestanlands, enda líka svona hitabeltis loft eða svona loftmassi að upprenna í lægðinni. En á mánudaginn verður svona mun skaflara veður, en það verður víða vætusamt, sérstaklega hérna sunnan til og svo einhverju él svona við norðurströndina. Sjáum hvað hitinn verður orðin lágur. Það má nefna það líka þegar lægðin verður komin hér norðaustan við landið, þá dregur hún hér kalt loft yfir og má reikna með að úrkoman breytist í slit og snjókomu þá aðfarnótt mánudags. Þannig að mikið að gerast og að gera að fylgjast með, en það svona heldur rólegra svo eftir helgina, en áfram svolítið væta og kalt og svona stöku él fyrir norðan og verður svolítið kalt í næstu viku. En ef við skoðum svo aðeins að Evrópuveðrið, þá svona hæðasvæði hér sem ræður ríkjum yfir Norðursjó og ágætisveður í Bretlandseyjum og víða hér sérstaklega sunnan til í Skandinavíu,
og svo hér í Mið-Evrópu og Austur-Evrópu nokkuð bjart, en það er svona frekar óstöðugt loft hér í Vestur-Evrópu og skúrir og þrumuveður á þeim slóðum. Læt þetta vera síðasta kortið í kvöld, verið sæl.